Skáldsagan Bróðir það sem gerist þegar ungur hugsjónamaður í reiðiskasti gegn föður sínum verður valdur að hræðilegu slysi sem verður síðan að eitruðu leyndarmáli milli hans og systur hans. Sagan hefst þegar Skarphéðinn Skorri, önnur af aðalpersónum bókarinnar, býður æskuvini sínum á Englandsleikinn á EM í fótbolta í Frakklandi sumarið 2016. Þetta náttúrulega bara geggjuð ferð, eins og við að búast. Það brýst út mikil gleði þegar Ísland vinnur leikinn. En í fagnaðarlátunum eftir leik kvöldið gerist eitthvað í skjóli myrkurs smá eftir að hafa miklar afleiðingar. Og sagan hefst svona. Íslenskir leiðsögumenn í útlöndum herma að ekkert jafnist á við blikið í auga samlanda þeirra þegar þeir koma út í sólskinið fyrir utan erlenda flugstöð með töskurnar sínar í eftirdragi. Það þessi tæra lífsgleði og léttir sem þeir segja að sé algjörlega einstakur og minni helst á viðbrögð fólks í bíómyndum þegar langvarandi styrjöld eða frelsisbaráttu af einhverjum toga lýkur farsællega. Áhyggjurnar verða nefnilega eftir norður í Atlantshafi. Hér eru engar skuldir eða skyldur, engin fjölskylda, engin verðtrygging, engin yfirmaður. Allt má. Þetta var blikið sem Skarphéðinn Skorri greindi gegnum skikkt glerið í sólglerugum æskuvinar síns, Pésans, þegar hann handlangaði til hans miða á fótboltaleikinn þar sem þeir stóðu í leigubílaröðinni á flugvellinum í Nice seinnipartinn í júní árið 2016. Pésinn stóð þarna í landslýstreyju í heitri meginlandssólinni og reykti nautnalegur á svip eins og einangrunarfangi sem fær að sjá dagsljósið í 10 mínútur á dag. Þetta fólk hérna veit ekki hvað það lánsamt, dæsti hann og spúði frá sér reyk upp í heiðan himinin. Ég reyki bara í útlandum núorðið, þú veist það. Skorri vissi það ekki, enda hafði hann verið í litlu sambandi við Pésan síðustu árin. Eftir að það hafa verið samferða gegnum menntaskóla og síðan dröslað hvor öðrum gegnum lagadeild Háskóla Íslands, höfðu leiðir skilist. Tveir ungir menn sem árum saman töluðust við á hverjum einasta degi, krydduðu tilveruna með því að senda hvor öðrum skilaboð og brandara allan liðlangan daginn, fóru á barinn, hlógu, ferðuðust heiminn og mótuðu heimsmynd sína og húmor saman, voru nú horfnir af ratsjá hvor annars. Þeir höfðu ekki hist í meira en ár, eflaust hátt í 2. Það var engin sérstök ástæða fyrir því að vináttu þeirra hafði runnið út í sandinn. Það var alltaf kært á milli þeirra. Reykjavík uppfull af gömlum vinum sem búa í 10 mínútna fjarlægð hver frá öðrum en hittast aldrei.